Já, sko, ef við bara rekjum aðeins söguna frá upphafi, þá upphafið líkur í hitaveitunum. Sá uppbyggingafasi hefst kannski árið 1930 og svo gengur þetta svona í skrykkjum, en 1973 síðan, eða upp úr olíukreppum sem það var, þá sett í gang heilmikið átak til þess að auka hlut jarðhita í húshitun landsmanna, sem þá var kannski bara 43%, en meirihlutin var olía. Og þetta var gert með því að stórefla rannsóknir á jarðhitaauðlindinni með opinberu fé, með opinberum ráðstöfunum til þess að styrkja sveitarfélög í að bora og leita. Þetta skilaði alveg geysilegum árangri, þannig að á svona 10-15 ár getum við sagt að þá vorum við komin með hátt í 90% af öllum húsum hituðum með rafmagni. Nei, fyrir ekki, með jarðhita. Já, hins vegar á virkjun jarðhita til raforkuvinnslu sér miklu styttri sögu hér á Íslandi. Hún hefst á Ítalíu reyndar árið 1904 eitthvað svoleiðis, en hér á Íslandi fara menn að undirbúa þetta kannski í kringum 1950. Það gerist mjög lítið fyrir en að menn taka ákvörðun að byggja Kröfluvirkjun. Og hún lenti náttúrulega miklum hremmingum á sínum tíma út af eldsumbrotum og vakti leið svona mikið vantraust á því að hægt var að nota háhitann á Íslandi til raforkuframleiðslu. Þó mjög fljótlega eftir að Kröfluvirkjun hafist að handa við boranir í Kröflu og eldsumbrotum voru í gangi, þá var farið af stað með hitaveituna fyrir Suðurnesin, hitaveitu Suðurnesja. Og þar var fljótlega farið að vinna það raforku líka, sem svona aukaafurð í tengslum við varmaframleiðsluna til að hita kaupstöðina á Suðurnesjum. Og síðan fer Orkuveitu Reykjavíkur í gang með Nesjavelli, fyrst til húshitunar en síðan til raforkuframleiðslu samhliða. Og síðan kannski ekki fyrir en svona 1996 þegar menn eru komnir allt í með mikla trú á háhitanum til raforkuframleiðslu, að það farið af stað af miklum krafti og einhverju leyti mótast það líka því að það var orðið mjög mikil andstaða við virkjun vatnsfallanna. Deilurnar á Kárahnjúkavirkjun stóðu mjög hátt og það var sem sagt andstaða og menn horfðu á jarðhitavirkjanirnar sem eitthvað sem hefði minni umhverfisáhrif, minnst kosti ef mælt í fermetrum eða ferkílómetrum á yfirborði jarðar. Þannig að menn fóru af stað og byggðu þá Hellisheiðarvirkjun, reyndar mjög hratt og á sama hátt var Reykjanesvirkjun byggð. Þannig að við erum núna með 660 megawatt ef mann rétt í uppsett afl í jarðhitavirkjunum, sem setur okkur kannski svona einhvers staðar milli 5. og 10. sæti sem framleiðendur af rafmagni úr háhita í heiminum. Það á sér stað stöðug þróun og það hefur alltaf verið þannig að menn hafa lent í vandamálum. Það voru heilmikil vandamál við hitaveitunar í upphafi og það var mikið gagnrýnt, margir sögðu þetta verið tóm vitleysa. Og það kom alls konar tæknivandamál sem voru leyst. Það voru hér þeir sem muna lengra eftir tíma muna að hitaveitan var brigðul, en Akureyringar muna að hitaveitan var óskaplega mikið vandamál í upphafi og dýr og kostnaðarsöm. Akureyringar búa núna við einna lægst orkuverð á landinu í hitatalið. Þannig að það hafa alltaf verið vandamál og háhitarannsóknirnar eða háhitavinnslan á Íslandi byrjaði með eiginlega gigantískum vandamálum sem lutu að eldsumbrotunum í Kröflu. Þau færðu okkur líka alveg mjög mikla þekkingu á sama tíma. Og þekkingunni, henni hefur fleytt hratt fram. Það koma með meiri vinnslu, þá hefur alltaf verið að koma upp einhver ný vandamál sem menn eru þá bara einhenda sér í því að leysa. Dæmi þetta eru jarðskjálftarnir sem hafa orðið í tengslum við niðurdælingu, mengunin frá brennisteinsvetni. Þetta allt hluti sem að jarðhitaeiningar að taka á og vill eyða, því hann vill að sjálfsögðu ekki skaða orðspor sitt með einhverjum svona áhrifum á umhverfið eða fólk sem fólki líkar ekki.